velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig á Instagram og Facebook líka undir nafninu Gunnhann. Júnísokkarnir eru klárir og það eru þessi hérna úr 52 Weeks of Socks. Þeir áttu að vera allir með gatamönstri eins og hérna efst á þeim, en ég bara nefndi ekki að halda áfram með svona þetta munstur, þannig ég ákvað bara að klára í sléttuprjóni. Og þetta eru fljótgerði sokkar, prjóna nr. 3,5, þannig að það tók svo sem ekkert langan tíma og loksins þegar ég svona gat drifið mig áfram í þessu. Og júlísokkarnir, það eru þessir hér, Vanilla Latte Socks, og þeir líta svona út hjá mér. Þeir eru ekki eins. Ég setti hérna hælana í sitthvorn litnum og rendurnar eru ekki jafn breiðar. Það var svolítið gaman að gera þessa sokka og eins og þau kannski muni að þá var ég að gera í fyrsta skipti Magic Loop í þessu. Ég gerði þess að niður að hæl með Magic Loop, en svo fór ég bara yfir í 5 prjónuna hérna. Ég er líka búin með krossseiminn, það er að segja það sem ég ætla að fylla út í. Það er þetta hérna. Og ég er svona að reyna að finna út hvað ég ætla að gera úr þessu, í hvað ég ætla að nota þetta. Ég er með eina hugmynd sem ég ætla að prófa. Það ætla ekki svo sem að tala það hér núna, en það kemur í ljós bara í næsta þætti. En mér finnst þetta að koma mjög vel út svona. Ég er að vinna í nokkrum peysum á mig og þessi hérna, þessi, er ég að gera úr svona vínrauðu bleiku garni frá Holst garni. Ég gleymdi því uppi, þannig að ég ætla bara að taka mynd af því og setja það hérna og sýna þá hversu mikið ég er búin í þeirri peysu. Ég er að verða búin með bakstykkið, aðra ermina og framstykkin svona upp að vaffhálsmáli. Ég þarf að finna út hversu síða ég vil hafa peysuna og sjá svona hvernig ég vil hafa hana. Þannig að ég er svolítið að finna út úr stærðum og hvað ég þarf að gera mikið og langt eftir í sem að þetta vinnst áfram, en ég skal alveg viðurkenna það að ég er hundleið á að prjóna þessu peysu. Og ég var að spá í að prjóna hérna ermarnar bara sléttar. Ég nefndi ekki þessu 5 lykkjur slétt og 7 lykkjur perluprjón, en svo hugsaði bara, nei heyrðu, ég ger þetta bara í hring. Sleppi því að fara svona fram og tilbaka. Og þá er maður miklu fljótari. Og ég gerði ermina bara í gær. Þannig að þá gengur það miklu betur og ég er að vonast til að ég geti klárað þessa peysu núna í ágúst. Það væri rosalega gott. Næsta peysa sem ég er að gera, það er bláa peysan. Þar sem að ég nota gráan lit í, ég nota 2 þræði, annar þráðurinn sem að fer upp alla peysuna er þessi grái Holst garn og síðan var ég búin að sýna ykkur að ég var að spá í þessa hérna saman. Þegar ég fór að prjóna peysuna að þá sá ég það að þessir 2, þegar ég var búin að prjóna með þessum og skipti yfir í þennan, þá var það svo mikil skipti, þetta var eitthvað svo röndótt að ég var ekki sátt við það og stoppaði og ætlaði að athuga hvort ég fengi eitthvað lit sem að væri svona á milli þessara tveggja. Ég fór í gaddleiðangur núna í vikunni. Fyrsta búðin var lokuð þessa viku, önnur búðin opnaði ekki fyrir klukkutíma eftir ég var þarna og þriðja búðin ég komst þar inn og fann ekkert gadd sem að mér fannst passa hérna. Ég voru komin með 10 hespur þarna. Það var annarkvæmt of græni litir eða of dökkir litir eða eitthvað. Allavega ég fann ekkert sem að passaði, en ég fann
þetta hérna sem ég hugsaði að það væri svolítið gott í að hafa svona. Að það væri svolítið flott svona saman. Svo tók ég hann upp núna í morgun og kíkti á svona hvað ég var komið með og ég ætla að setja hérna inn mynd þannig að þið sjáið hversu mikið litaskipti urðu á milli þessara tveggja lita. Ég var ekki sátt með það, ég vildi ekki fá einhverja röndótta peysu. Þannig ég ákvað ég ætla allavega að rekja upp þennan part. Og ég tók prjónin úr og það var eins gott af því að þegar ég var búin að taka prjónin úr og tók svona, já, að þá var peysan allt og víð. Þetta var eins og tjald á mér. Og ég svona fann út að ég gat alveg sleppt 60 lykkjum. Þannig að ég ákvað bara að rekja upp niður að straffi og byrja bara aftur, nota þessa hérna 2 aftur en nota svona sitt á hvað. Kannski einum fyrir þessa, 2 fyrir hérna, 2 og 1 og eitthvað svona. Þannig að þá myndi þetta blandast meira saman. Ég miklu sáttari með þetta svona og ég ætla að gera þannig að ég ætla ekki að hafa endilega ermarnar eins. Ég ætla bara að sjá til hvernig ég nota litina og ég ætla ekki að kaupa meira gagn í þetta. Ég ætla að nota bara þá liti sem að ég á hérna og þó að ermarnar verði kannski eitthvað allt öðruvísi, það verður bara að hafa það. En allavega þessi grái litur hérna bindur þetta allt saman. Þannig að þá finnst mér að það sé allt í lagi þó ég sé ekki alltaf með alveg sömu litasettiringar eða eitthvað. Svo var ég að spá ykkur þetta færi kannski út í eitthvað grænt að ofan og ég sá þessa hérna sem að ég notaði í þessa sokka að þeir passa alveg ágætlega við þetta. Þannig að, já, ég finn út úr þessu. En mér finnst líka bara svolítið skemmtilegt að pæla í litum og litasamsetningum svona bara leið og ég er að vinna hlutina. Það svo oft sem að ég er búin að ákveða þegar áður en ég byrja á hlutum, verkefni, að þá er ég búin að ákveða alveg nákvæmlega hvað ég ætla að gera okkur sliðis og ég fylgi því oft ekkert. Ég er komin út í einhverja aðra salma svona þegar ég fyrir að vinna verkefnið. Hvort sem það er í útsaum eða prjóni eða hverju sem það er. Ég keypti í vetur nokkra stuttermabóli, einlita bóli sem ég ætlaði svona aðeins að setja eitthvað munstur í eða gera eitthvað, leika mig með. Og ég er búin með þennan hérna. Hér nota ég svona lit í og þetta var svo skarpar línur að ég ákvað að sauma aðeins svona út hérna í þetta, leyfa munsturinu að ganga aðeins áfram út í bólinn og þá með útsaum. Og ég ætla að taka mynd af þessu af því að það er svo erfitt að sýna þetta svona. Í hverju er ég? Ég er í skyrtu sem ég var að gera úr nokkrum skyrtum. Ég var með 3 skyrtur, svona gamlar, sem ég fékk í Rauða krossinum og ákvað að sauma eina litríka úr þessum 3 og þetta vafðist nú svolítið fyrir mig hvernig ég ætti að gera þetta. Ég er búin að vera í svolítið tíma svona að hugsa þetta. Þegar ég var búin og var búin að loka hérna skyrtunni að þá var þetta ekki alveg nógu gott hérna við axlirnar eða við handveginn. Þannig að ég ákvað, þetta verður bara skyrta sem verður alltaf opin. Ég nennti ekki að fara í einhverjar meiri tilfæringar. Já,
Hún með svolítið víðum ermum, hérna leyfi ég ermalíningunni að vera hérna líka. Þannig að ég tek svo líka mynd bæði að framan og aftan og til að sýna ykkur svona hvernig ég geri. Ég á uppáhaldsmössu sem ég er búin að nota alveg rosalega mikið gegnum árin og það er þessi hérna. Svolítið krumpuð og svona, en það er allt í lagi. Þessi var farin að verða skötótt og eins og þið sjáið hérna er bara komið gat. Ég er búin að nokkru sinnum ætla að setja mussuna í Rauða krossin, bara hugsa bara ok, þessi mussa er bara búin og ég get ekki gert neitt meira við hana. En núna er ég að byrja að sauma svona í gatið að þau ég geti bjarga skyrtunni, þannig ég geti notað hana aðeins meira. Og þá er ég með, ég fann hérna nokkra liti bara, svona útsjónsgat sem að ég ætla að þræða í og að þau geti ekki bjargað þessari skyrtu. Þannig ég geti notað hana í eitthvað tíma í viðbót. En þetta snið er rosalega þægilegt og ég er búin að gera mjög margar mussur eftir þessu sniði. Breytti kannski aðeins, ekki haft hana svona síða, ekki haft hana svona víða, ekki haft hana svona opna niður eða eitthvað. Þannig að ég er búin að gera margar útfærslur af þessari mussu og ég sýni ykkur bara núna. Hér er ég til dæmis með, ég er búin að sníða í mussu úr þessu hérna. Þetta er hörefni með svona útsaum. Þetta er sama snið. Kannski sýni ykkur aðeins meira af hlutum sem ég er búin að sauma. Nei, sem ég er búin að ákveða hvað ég ætla að gera úr. Og hér var ég búin að sauma saman stykki sem að ég ætlaði þá að nota í svona kimono eða eitthvað svoleiðis. Mér vantar meira efni, mér vantar í bakstykkið. Þarf ég að finna út úr því. Hér er líka, byrjum við, hvernig er þetta? Hér er ég líka með, búin að setja saman. Ég átti svo mikið af pröfum þar sem ég hafði prófað að lita sjálf efnið og ég hafði prófað að þrykkja líka munstur og svona. Þannig ég ákvaða að sauma þessa búta saman og sjá hvernig ég gæti ekki fengið í eina flík fyrir mig. Og ég held að þetta sé að takast. Ég þarf bara að klára þetta. Hér er efni sem að ég er með tilsniðið líka í eitthvað svona ból. Og hér er annað efni sem ég ætlaði að gera bara svona mjög einfalda mussu. En ég keypti þetta í vor af því ég var svo hrifin af þessu lit. En svo hefur ekkert gerst neitt meira í því. En ég hef þetta hérna á vinnuborðinu. Ég vonum það að ég fari að grípa í þetta núna. Hvað úr hverju? Já, það er líka þessi bólur sem ég er í hérna. Ég saumaði hann líka. Saumaði hann í vetur. Ég átti svona svarta bóli. Eða bóli, þeir eru alveg síðir, þeir eru alveg niður fyrir rass. Og ég átti svona svarta bóli sem að ég var nánast í búin með. Það er að segja að það var bara komið gött og þau eru orðnir svona þunnir og svoleiðis. Þannig að ég
sneið eftir þeim og ég er búin að gera þennan sem er mjög þægilegur og ætla að gera fleiri. Ég á eitthvað af svona jersey-efnum sem að henda í svona bóli. Ég held að ég sé hætt að prjóna sokka. Ég er búin að prjóna núna 7 pör eða 8 pör. Ég held ég að byrja á þessu í nóvember eða desember og ég nota ekki svo mikið svona ullarsokka þannig að ég held ég stoppi núna. Kannski bara fer ég aftur í þetta seinna, ég veit það ekki. En ég er allavega búin að vera núna að gera 1 par í hverju mánuði. En sé ekki fram á að ég þurfa að nota svona mikið af sokkum. Og það er það mikið af peysum sem að ég er að prjóna og sem að ég þarf að klára. Ég nenni ekki að vera með þetta alltaf hálfklárað. Þannig að ég ætla að leggja áherslu á peysuprjón núna hér eftir. Ég var búin að setja hérna í poka afganga úr þessum sokkum sem að ég er búin að vera að gera. Ég ætla að setja mynd hérna af afgangunum. Ég var að spá í að gera þá kannski næsta sokkapar þá með 2-földum þræði. Þannig að ég myndi nota prjón númer 3,5 eins og ég gerði þessum. Og það er svo fljótgert, þannig að það er spurning, kannski fer ég í það, ég veit það ekki. Allavega sokka áskorun mín er eiginlega hætt þá núna. Hálft ár er alveg nóg. Ég kannski þá tek þetta upp seinna ef að ég sé fram á og ég sé að fara að nota eitthvað af þessum sokkum. Og bæði það að ég er búin að gera nokkuð pör fyrir mig og Berglind, dóttir mín, er búin að fá nokkuð pör. Þannig að ég held að við þurfum ekki fleiri í bili. Ég byrjaði aðeins að taka hérna til í vinnustofunni í gær og það er þetta eilíðarverkefni sem að þið kannski kannist líka við og það er að taka til í dótinu sínu. Ég var svona að sjá hvað ég ætti og hvað ég gæti nota hlutina í. Ég fann eitthvað að gagni sem ég já, heyrðu, ég þarf að gera svona. En annars held ég megi líka fara aðeins að slaka á því að fara að prjóna svona mikið af peysum á mig. Ég kom með nóasokkum og þegar ég er búin að prjóna það sem að ég er byrjuð á, þegar ég er búin með þær peysur, að þá held ég að ég sé bara orðin ansi vel sett af peysum og þurfi þá að fara að finna eitthvað annað til þess að prjóna. Kemur í ljós hvað verður. Það er náttúrulega það er alltaf nóg af hugmyndum en ég hef allavega komist að því að ég er ekkert verkefnalaus næstu mánuði. Ég á alveg nóg af efni við í fullt af verkefnum og nú er það bara áskorun mín fram að áramótum. Það er að vinna úr þessu sem að ég á hérna heima. Já, bæði að prjóna, að sauma út í eitthvað, að sauma föt, þetta er bara, já, ég er bara með fullt af verkefnum. Og líka eitthvað af því sem að ég á svona hálfgert, það sem ég er búin að, hvað er þetta? Eins og til dæmis þá er ég með hér tuðru sem ég hefði gert og hún er bara svona, hún er ekki tilbúin en ég er búin að gera framstykki og bakstykki og ég þarf bara að setja þetta saman. Þetta býður þess að klárast. Þetta var svona sem að ég saumaði út í bara eitthvað, ekkert neitt munstur eða neitt. En kemur svolítið skemmtilega út, finnst mér. Hér á ég líka svona. Ég hafði saumað út þegar ég var á Skals árið og ég ætlaði að setja þetta utan yfir hrærivélina. Ég ætlaði þá að
sauma. Þetta átti að vera sérst ein hliðin og hérna átti að vera einhverjir hænuungar líka, einhverjir ungar hérna, búið að gera ráð fyrir því. Það er ekkert komið lengra heldur en bara þetta. Ég ætla að finna eitthvað verkefni sem ég get notað þetta í og bara fullt. Allur gamli útsaumurinn sem ég á, nóg sem hægt er að nota það í. Já, þannig þið sjáið, ég hef alveg nóg að gera og ég held að það sé áskorun mín, það sem eftir er ársins, það er að klára og vinna upp úr því sem ég á. Ég held að ég hafi þetta þá ekki lengra í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.